heiti Brynjar Sigurðsson og við erum staddir á Heiði í Biskupstungum. Við hinn gullna hring, eins og við segja, í ferðaþjónustu. Hvað gerir þið hér? Hundabæri? Já, við erum kúabændur með 50 mjólkandi kýr og 100 rollur og einhver slatta hrossum og ferðaþjónustu smá. Við byrjum með tjaldstæði 2000 og svo 2 ár síðan við settum upp veitingaþjónustu. Þarna við faxa, Fossinn faxa. Látsinn skóla mér nótt í því von hverkin, ég mun þola þessa skáp, það skóla merki. Þetta karlakór Hreppamanna, stofnaður 1. apríl 1997 af tilstuðlan ungverskra hjóna eða sérstaklega konuna sem var tónlistarkennari á Flúðum í Hrunamannahrepп. Æfum einu sinni í viku, alltaf á þriðjudagskvöldum. Ég hef nú stundum sagt að á þriðjudagskvöldum að svona þegar að fer að nálgast æfingu að ég nenni ekki að fara á æfingu. Ég er þreyttur, en svo fer maður á æfinguna og maður einhvern veginn afþreytist. Og það er þessi líka bara félagsskapurinn og andinn við að syngja. Ég byrjaði nú að syngja í kór 12 ára gamall og þá í kirkjukórnum hérna í Skálholti. Fórum með foreldrum mínum á æfinga þar og söng þá sópran með konunum og kenndi mér eiginlega sjálfum sér að syngja. Þetta er svo mikið skóli líka að læra að syngja og lesa nótur annað þó að svo sem að við kannski þessi venjulegi maður lesum ekki allir nóturnar, vitum ekkert hvað það þýða en fyrir mitt leyti þá get ég ekki lært lag í dag og eru svona hafa nótur þó ég veit ekkert hvað það þýða en ég verð að fylgja þeim. Það hefur mikið að segja. Í bænum til brekkunni, það býr hún stúlkan mín. Það býr hún stúlkan mín. Ég er fíkill á kór á tónlist, já. Það er alveg á hreinu. En mér var nú orðið nóg boðið þegar ég var farin að syngja kannski í 3 kórum. Það var orðið kvöð hjá mér að fara á æfingar. Þetta var kannski 3 í viku. Það var orðið aldrei mikið. Röddin er ekkert annað en hljóðfæri sem þú þarft að læra og kunna að beita. Og það syngur engin maður sem ekki er með tóneyra, getur hlustað eftir tón og öðru. Þó að einhvern tímann sagði nú við með söngkennari að það geta allir sungið. Það þarf bara að temja röddin til þess að sé hægt að nota hana. Þetta heldur sér rétt hjá.